Já, góðan daginn. Við erum hérna með annarsstigsjöfnu, x í öðru mínus 10x pluss 16 og ég er að gera hana jafnt og 0 og hugmyndin er svo að ég ætla að finna út hvað x-ið þarf að vera til þess að þetta sé jafnt og 0. Og það fyrsta sem ég gera er, ég skrái hérna A, B, C og D. Það sem bókstafinn A táknar tölurnar fyrir framan x í öðru og það er 1. B táknar tölum framan x í fyrsta og það er þessi mínus 10. C er síðan síðasta talan hérna sem er ekki með x-i. Þetta er bara talan pluss 16 og hún táknar þá C. Nú, þetta eru tvær jöfnur sem ég þarf að fara í gegnum og hér er fyrri jöfnan. Það sem D er jafnt og B í öðru mínus 4AC. Nú, það sem við gerum er að við setjum inn í staðinn fyrir B-ið, þar kemur mínus 10, í staðinn fyrir A-ið kemur pluss 1 og í staðinn fyrir C-ið kemur pluss 16. Og við skulum reikna þetta út. Ég set svika utan mínustölur hérna, þannig að mínus 10 er í öðru veldi sem gerir 100. Svo er þessi mínus, hann er á fjarkanum hérna, þannig að mínus 4 sinnum 1 sinnum 16 er mínus 64. 100 mínus 64 er þá 36, D er þá 36, pluss 36. Það skiptir máli vegna þess að ef að D er stærra en 0, sem það er í þessu tilfelli, þá mun ég fá tvær lausnir. Ef að D er jafnt og 0, þá fæ ég eina lausn, en ef að D er minna en 0, þá fæ ég enga lausn. Þá myndi ég bara stoppa hér og skrifa engin lausn á þessari jöfnu. Það er að segja, ég get ekki fundið neitt x sem gerir það verkum að jafna sig jafnt og 0. En ég er hérna með D sem er plústala, pluss 36, þannig ég get stokkið í næsta skref. Þar er ég áfram með hérna A, B og C. Nú, það var að bætast við D sem er 36. Ég er hérna með jöfnu, seinni hluta jöfnunar. Það er mínus B pluss mínus kvadraturinn D deilt með 2a. Þetta eru í eðli sínu tvær jöfnur, önnur er plussútgáfan, hin er mínus. Við skulum setja þá þessa bókstafi hérna inn, þessa tölustafi hérna inn í staðinn fyrir bókstafina. Það sem ég fá þá er, nú þessi mínus sem er hérna á B-inu, hann kemur alltaf. Og B hérna er mínus, þetta er mínus 10. Það kemur þá eins og það er á húnni. Og þetta er síðan pluss mínus kvadratrótin af D-inu og D er 36. Allt saman er þetta síðan deilt með tvisvar sinnum A og A er 1. Nú, við skulum að reikna þetta út. Mínus 10 gerir pluss 10 og kvadratrótin af 36 er 6. Þannig að þegar ég er búinn að laga þetta til, þá fæ ég út pluss 10 pluss mínus kvadratrótin af 36 var 6 og deilt með tvisvar sinnum 1 sem er 2. Það sem hentar núna er að kljúfa þetta upp í tvær jöfnur og það sem önnur lausnin var x1 en hin lausnin var þá táknuð x2, þar sé að lausn 1 og lausn 2. Fyrri jöfnan x1 væri þá pluss útgáfan af jöfninni en seinni hlutin væri þá mínus útgáfan af jöfninni. Nú 10 pluss 6 eru 16 og það síðan deilt með 2 gefur mér 8, þannig að fyrri lausnin er 8. Seinni lausnin 10 mínus 6 eru 4 og 4 deilt með 2 eru 2. Þetta eru þá þær lausnir sem muni gefa mér jöfnuna x í öðru mínus 10x pluss 16 jafnt og 0. Ef ég myndi setja þetta í staðinn fyrir x-in þá fengi ég 0. Takk fyrir.